Þetta er verkefni 18 á blaðsíðu C24, hagnýtar vefsíður. Ég er búin að setja haus og fót á skjalið. Hér ætla ég að setja textan í blokk. Ég byrja hér og enda hér. Ekki entermerki fyrir neðan. Ég fer í Insert, Table, Convert Text to Table og ég haka við Tabs. Passið það vel. Haka við Tabs. Og síðan ætla ég að mjókka dálkana handvirkt þannig að textin hér í dálki 1 passi nokkurn veginn og síðan ætla ég að velja bakgrunn. Það ger ég hér í Table Design og ég ætla að velja þennan bakgrunn hér. Ég ætla að hafa bil fyrir ofan og neðan textan og þá fer ég í paragraf. Ég ætla að hafa 3 punkta fyrir ofan og 3 punkta fyrir neðan og ég ætla að hafa bil inndrátt frá vinstri 0,1 og það vel ég hér, indentation left og þá kemur þetta svona. Ætlum að sameina dálk 1 og 2 í línu 1, þá smellið bara hér fyrir framann og erum með báða dálkana valda og í layout veljiði merge cells og ég ætla að stækka fyrirsögnina í 14 punkta og miðja lárétt og lóðrétt á línuna. Það má líka gjarnan hækka örlítið línu 1 ef vill. Þá kemur þetta svona út. Og í dálki 2 eru kannski einhver orð sem er hægt að skipta á milli lína þannig að þið farið í gegnum skjalið og eins og til dæmis hérna mynd og efni. Nei, það vil ekki skipta því. Gagnanna. Það fer fyrir hlutin hér upp. Þetta fer eftir í hvað dálkarnir eru breiðir hjá okkur. Þetta er kannski ekki alveg eins og í bókinni. En við leitum að línu sem er með óeðlilega miklu bili og athugum hvort það sé hægt að fara í línuna fyrir neðan og ýta á kontról og bandstrikið þannig að hluti orðsins fari í efri línuna. Og ég ætla að vista.